Og næst á dagskrá 7. liður starfsáætlanir ráða, frístundaráð, til máls tekur bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Frístundaráð Akureyrarbæjar fjallar jafnréttismál og önnur mannréttindamál, tómstunda, íþrótta og forvarnamál í umboði bæjarstjórnar Akureyrar. Ég hef einungis setið í ráðinu sem formaður síðan í október síðastliðnum, en ég tók við í miðju fjárhagsáætlunarferlinu sem verður að segjast var töluverð áskorun. En mér langar til þess að nýta tækifæri og þakka starfsfólki og nefndinni og þó sérstaklega Kristni Reymarsinni og Önnu Hildi, fyrrverandi formanni nefndarinnar, fyrir að taka afskaplega vel á móti mér og fyrir að aðstoða mig til að koma mér inn í hlutina. Fjárhagsáætlun fyrir þetta ár einkenndist af því að stefnt af því að ná sjálfbærni í rekstri sveitarfélagsins. Og því var ljóst að taka þurfti erfiðar ákvarðanir við gerð starfs- og fjárhagsáætlunar. Mikla breytingar í gangi varðandi tómstundamál og ekkert launungamál að tekin var í hagræðingarskyni afar umdeild ákvörðun, en það var að færa starfsemi punktsins fyrir fullorðna upp í Víðirlund. Í fyrstu mætti ákvörðun mikilli andstöðu, en með miklu samtali undanfarna mánuði þá finnst mér verkefni verið komið á þann stað að það ríki mun meiri sátt heldur var, þó verði líklega aldrei svo að allir verði allsáttir. Áramót kom nýr stjórnandi inn yfir þennan málaflokk og má segja að mikið hafi mætt á honum sína fyrstu mánuði í starfi og vil ég sérstaklega hrósa Bjarka Ármanni Oddssyni fyrir hvernig hann hefur staðið að þessum breytingum sem og starfsfólki punktsins og Víðirlundar. Þau hafa verið afar lausnarmiðuð og smitað út frá sér jákvæðni í þessum breytingum öllum. En með þessum breytingum gefast mikil tækifæri fyrir samþættingu og aukið framboð af tómstundum fyrir fullorðna. Eins gerir þetta okkur kleift að bjóða upp á þjónustu yfir sumartímann sem hefur ekki verið raunin í punktinum til þessa. Áhersla er lögð á að jafna þjónustu á milli félagsmiðstöðvanna í Bugðusíðu og Víðirlundi og að starfsfólk muni flæða meira þar á milli. Eins stefnan að leggja meiri áherslu á heilsueflandi þætti og nýta í meira mæli þekkingu og reynslu þeirra sem sækja félagsmiðstöðvarnar. Starfsfólk félagsmiðstöðvanna á punktsins komu með þá frábæru hugmynd að félagsmiðstöðvarnar myndu fá sér heiti og heitið á punktinum sem slíkum yrði lagt niður. Farið var í samtal við notendur þessa hugmynd sem féll vel í kramið og komu fullt af hugmyndum nöfn á félagsmiðstöðvarnar. Niðurstaða liggur nú fyrir og verður óskað eftir því að þær fái heitin Birta og Salka, félagsmiðstöðvar fólksins. Starfsemi punktsins snýr að börnum ennþá staðsett í Rósenborg og verður þar næsta skólavetur og samnýtir aðstöðuna með Lundarskóla. Hvað svo gerist eftir að Lundarskóli fer aftur í sitt húsnæði á eftir að koma í ljós. Þetta eitt af þeim verkefnum sem krefst samtals við fræðslusvið, en umræðan hefur verið á þann veg að koma þeirri starfsemi fyrir í skólunum og á þá eftir að ákveða hvort allri starfseminni verði komið fyrir á einum eða fleiri stöðum. Gerð var könnun með foreldra þjónustu punktsins nú í vor og voru skiptar skoðanir á því hvort skipta ætti upp starfseminni eða ekki, en meiri hluti var þó á því að gera það ekki. Það að flytja þessa starfsemi í nærumhverfi barnanna ætti samt að minnka skull foreldra á milli staða. Þó gæti frístundastrætóin sem ég mun minnast á hér síðar hjálpa líka til við að minnka skull. Mikil ánægja með starfsemi punktsins og vil ég hrósa starfsfólki fyrir það frábæra starf sem fer það fram. Nú allt tómstundastarf barna og unglinga á Akureyri komið undir samfélagssvið, en til þessa hefur velferðarsvið haldið utan tómstundastarf fyrir fötluð börn og ungmenni. Með þessu ætlum við að reyna að ná meiri samleið í starfsmannahaldi og í aukinni þjónustu við alla óháð fötlun. Eins lögð áhersla á að horfa í meira mæli til heilsueflandi tilboða og framboðs í þessari þjónustu. Í ljósi þessara breytinga hafa starfsmenn verið að yfirfara verkferla
og ljóst að uppfæra þarf reglur félagslega liðveislu. Akureyrarbær leggur mikla áherslu á að hlúa að öllum þáttum frístundastarfs með því að tryggja fjölbreytilegt framboð innan sveitarfélagsins. Eins hefur verið lögð áherslu á að ráða inn fagfólk til þess að tryggja gæði starfsins og hámarka forvarnagildi þess. Unnið að því að endurskoða forvarnastefnuna og var ákveðið að ráðast í úttekt á stöðu forvarnamála til þess að setja ný viðmið og mælikvarða fyrir nýja stefnu. Ráðið fékk kynningu á þessari úttekt í síðustu viku. Afar ánægjulegt að segja frá því að við erum að gera vel í þessum málaflokki þó svo að nokkur tækifæri séu til úrbóta. Einn af þeim þáttum sem bent var á í úttektinni var að vinna markvisst með gögn, rannsóknir og mælingar sem í takt við það verkefni sem farið af stað, en það gagnasöfnun fyrir mælaborð sem sýnir vísitölur barnvæns samfélags sem mun klárlega einnig nýtast við mótun á nýrri stefnu, en svona mælaborð gerur okkur auðveldara með að taka ákvarðanir út frá gögnum en ekki tilfinningu. Í því samhengi má nefna að í starfsáætlun verkefni sem snýr að því að móta stefnu söfnun miðlægra gagna sem tekur mið af greiningu þjónustuþátta. Vinna sem þarft að klára til að auðvelda okkur í pólitíkinni að taka upplýstar ákvarðanir út frá í tölulegum gögnum. Þessi vinna hluti af aðgerðaáætlun mannréttindastefnunnar og á ábyrgð fjársýslusviðs en vinna sem unnin þvert á sviðin. Af öðrum niðurstöðum úttektarinnar má nefna að lagt til að forvarnastarf á miðstigi grunnskólana verði eflt. Efla þarf leitarstarf inn í skólum og grípa inn í fyrr en gert í dag. Lagt til að forvarna og félagsmálaráðgjafar hafi meiri viðveru í skólunum og fari verði í að skilgreina samstarf á milli grunnskólana og starfsmanna félagsmiðstöðvanna. Þessi vinna reyndar hafin og verður fullkláruð núna í byrjun haust annar. Einnig nefnt að efla þurfi foreldrafræðslu og samstarfi foreldra og brúa betur bilið á milli grunn- og framhaldsskóla. Allt þetta atriði sem þarf að rýna betur og leggja mat á. Það áhersluatriði okkar í þessari bæjarstjórn að vinna með börnum og ungmennum auk viðkvæmra hópa sé í forgangi og því ber okkur að taka tillit til þessara ábendinga sem skýrsluhöfundar leggja til. Samstarf aðila í forvarnamálum gríðarlega mikilvægt og höfum við því lagt áherslu á að efla starf stóra forvarnateymisins með áherslu á aldurshópinn 14 til 18 ára. Nú nýlega réði lögreglan hér á Norðurlandi í stöðu forvarnafulltrúa og mikið og gott samstarf á milli bæjarins og þess aðila. En vert að taka fram að þessi staða innan lögreglunnar einungis fjármögnuð til áramóta og þurfum við því að hvetja ríkisvaldið til þess að tryggja áframhaldandi fjármagn þar sem þessi staða gríðarlega mikilvæg fyrir okkar samfélag. Í haust áætlað að fara af stað átak snýr að stafrænum miðlum, en á fundi frístundaráðs fengum við að sjá sláandi niðurstöður hvað þetta mál varðar. Ef litið til nemenda í 10. bekk þá má sjá að 55% stráka horfa á klám einu sinni í viku eða oftar og 13% á hverjum degi. Uggvænlegar niðurstöður má einnig greina ögrandi eða nektarmyndsendingar. Mikilvægi þess að fræða börn og kenna þeim stafræn samskipti hefur því aldrei verið meiri. Akureyrarbær barnvænt samfélag og getum við öll verið afar stolt af því, en það verkefni sem við þurfum stöðugt að vera að vinna að og nú komið að því að endurnýja aðgerðaáætlun þess efnis til þess að halda áfram innleiðingu á barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Í þar síðustu viku komu fulltrúar frá UNICEF og áttu fund með ungmennaráði, starfsmönnum og okkur í pólitíkinni í þeim tilgangi að fara yfir stöðu verkefnisins og leggja mat á hvernig hefur gengið og jafnframt til að gera kynningamöndband sem nýtast mun öðrum sveitarfélögum sem að fara í þessa vegferð, það innleiðingu á barnasáttmálans. Það engum blöðum það að fletta að það mikið horft til okkar hér á Akureyri með þetta verkefni og hversu vel hefur tekist til með innleiðinguna. Starfsemi ungmennaráðs hefur vakið mikla athygli og þarf áfram að halda vel utan vinnuna með þeim sem og við gerð næstu aðgerðaáætlunar barnvæns sveitarfélags.
Í starfsáætlun var lögð áhersla á þegar verið að setja verkefni í gang að stuðla að bættri líðan fólks að þá sé verið að horfa á niðurstöður lýðheilsuvísa og niðurstöður rannsóknar og greiningar. Þó nokkuð verkefni hafa verið sett að stað núna eins og nikotín og veipfræðsla hefur verið uppfærð, sett að stað podcast forvarnatengt mál og eins og áður sagði verið að fara að stað með verkefni tengdu samfélagsmiðlum og einelti á netinu. Í hagræðingarskyni var tekin ákvörðun að draga úr starfsemi ungmennahús og að forvarnir verði í meira mæli innan veggja skólana. Virkið sem hefur verið hluti af starfsemi ungmennahús verður þó starfrækt áfram sem liður í því að koma til móts við viðkvæma hópa og aðstoða ungmenni sem eiga við margvíslegan vanda til að fóta sig í lífinu. Í starfsáætlun hefur lögð áherslu á aukað fjarþjónustu til viðkvæmra hópa með fjárbúnaði og hefur verið notast við Cara Connect í því sambandi. Það mun vonandi auka þjónustuna og gera það verkum að hægt sé að ná betra sambandi við fleiri aðila sem þurfa á þjónustunni að halda. Akureyri er þátttakandi í heilsueflandi samfélagi sem er mjög áhugavert verkefni sem landlæknisembættið stendur fyrir, þar sem miðað er að því að þróa samfélagslegan ramma utan markvissa og heildræna heilsueflingu allra aldurshópa. Nú sem stendur er verið að vinna að aðgerðaáætlun hvað þetta verkefni varðar, en vert er líka að taka fram að skipaður hefur verið hópur sem er sérstaklega að horfa til aðgerðaáætlun fyrir heilsueflingu eldri borgara og er áætlað að sá hópur skila af sér nokkrum tillögum þess efnis í síðasta lagi haust svo hægt verið að horfa til þess í næstu fjárhagsáætlunargerð. Í þeirri vinnu hefur verið lögð áhersla á samtal við eldri borgara sem þar að auki eiga þau sinn fulltrúa í vinnuhópnum. Eins og áður sagði þá er á starfsáætlun að endurskoða forvarnaráætlun, en upp hefur komið svo hugmynd að sú stefna verði hluti af stærri stefnu. En í ráðinu hefur verið til umræðu að fækka stefnum og mynda heildstæða stefnu, lýðheilsustefnu sem gengur þó þvert á svið en í henni sé horft til samhæfingar fleiri málaflokka og verkefna sem bærinn er í. Hérna er mynd frá Kristni sviðsstjóra af þeirri hugmynd sem við höfum verið að ræða og er gott að fá álit ykkar bæjarfulltrúa á þessari hugmynd. En við höfum hér í bæjarstjórn áður rætt fjölda stefna og hvernig hefur gefist til að fylgja þeim eftir. Þarna er þá horft á að komið sé inn á málaflokka eins og heilsueflingu, forvarnir, tómstundir og frístundir, velferð og heilbrigðismál. Þar undir sé verkefni sem við tökum þátt í eins og verkefni sem snúa að mannréttindum, stóra verkefni okkar barnvænt samfélag og svo er líka verkefni sem við höfum huga á að kynna okkur betur, það er aldursvænt sveitafélag. Nú í haust verður frístundastrætó settur á fyrir börn í 1. til 4. bekk. Þetta er verkefni sem við erum afar stolt af að sé að fara í gang en í skoðanakönnunum sem bæri hefur látið gera þá hefur verið ákall eftir þessari þjónustu. Það er mikil vinna sem fer í að koma þessu heima saman og vil ég nýta tækifæri og hrósa þeim sem hafa komið að þessu verkefni. Þetta verkefni nær yfir 3 svið innan bæjarins og fjölmörg íþrótta- og tómstundafélög hafa fært til æfingatíma sína til þess að hægt sé að búa til samfellu í skóla og tómstundum fyrir þennan aldurshóp. Vonandi hefur þessi breyting jákvæð áhrif á fleiri aldurshópa á þann hátt að hægt sé að færa æfingatíma þeirra framar á daginn og börn sé því búin fyrr en ella. Samfara þessari breytingu höfum við lagt áherslu á að auki verði við gæðastarfi frístund og er það eitt af verkefnum aðgerðaráætlunar nýrrar menntastefnu. Í byrjun árs 2020 var samþykkt ný mannréttindastefna Akureyrarbæjar með metnaðarfullri aðgerðaráætlun. Í framhaldi af því var ráðinn jafnréttisfulltrúi skilgreint 50% starfshlutfall til að vinna stefnunni framgang. Það hefur að mörgu leyti gengið vel að framfylgja stefninu og þeim aðgerðum sem voru samþykktar, en heimsfaraldur hefur þó seinkað einstaka atriðum og svo fór jafnréttisfulltrúin til annarra starfa núna í byrjun maí síðastliðinn og ekki hefur verið ráðið í það starf aftur. Til að framfylgja stefninu þurfum við að skoða vel hvernig við getum tryggt framkvæmd hennar og eftirfylgni með þeim aðgerðum sem samþykktar hafa verið. Núna er eins og ég nefndi fyrr verið að vinna í því að móta stefnu miðlæga gagnasöfnun og greina þjónustuþætti innan allra sviða. Mótað hefur verið verklag við gerð svokallaðs hagsmunamats við gerð fjárhagsáætlunar sem á að auðvelda okkur að taka upplýstar ákvarðanir. Þetta er atriði sem við verðum engar síður að vera meira meðvitaðir þannig að tryggt sé að við vitum hvaða hópa samfélagsins einstaka ákvarðanir munu hafa áhrif á.
Í samvinnu við mannastöld Akureyrarbæjar hefur verið innleidd fræðsla, KÁF, kynferðislega áreitni á vinnustöðum sem hefur heppnast vel. Í tengslum við það verkefni hafa verið prentuð plaköt sem hanga á öllum starfsstöðvum Akureyrarbæjar þar sem starfsmenn eru hvattir til að ræða þessi mál. Þessi fræðsla er afrakstur af norrænu verkefni sem Akureyrarbær tók þátt í árunum 2018 til 2020. Eins höfum við verið að greina núna nýlega kynjahlutföll hjá þeim íþróttafélögum sem við erum með samninga við, en það má segja að sú greining hafi komið nokkuð vel út. Fljótlega eftir ég kom inn í ráðið þá skipaði nefndin 3 fulltrúa úr ráðinu til þess að fylgja á eftir þeim kafla íþróttastefnunnar er snýr að Akureyri verði starfrækt færri, stærri og faglegri fjölgreinafélög í framtíðinni. Þetta er verkefni sem við munum í samstarfi við IBA leggja ríka áherslu á þessu starfsári og höfum við nú fundað með nokkrum félögum og nú þegar eru einhver félög farin að funda sín á milli varðandi sameiningar. Það er mikill akkur í því að félög sameinist. Við finnum í dag að það er orðið erfiðara að fá sjálfboðaliða til þess að taka að sér stjórnunarstörf þar sem því fylgir gríðarlega mikil vinna. Skyldur og kröfur til félaga eru alltaf að verða meiri og meiri. Með samlegðaráhrifum er hægt að ráðin fólk með sérþekkingu til þess að sjá hinn almenna rekstur og sjálfboðaliðar geta því einbeitt sér meira að vinna að uppbyggilegu starfi félagana. Ýmsar hagræðingar í íþróttamálum eru í starfsáætluninni. Sumt var ráðið strax í að framkvæma eins og endurskoða vaktafyrirkomulag í íþróttamiðstöðinni í Glerárskóla en nýtt vaktafyrirkomulag hófst núna 1. maí síðastliðinn. Og þar sem starfsmenn fara nú á milli sundlaugar og íþróttahús og nýtt eru samlegðar áhrif til þess að draga úr kostnaði. Þjónustussamningar við íþróttafélögum voru frystir á þessu ári, eins var endurskoðaður hluti af samningi IBA en þar voru lagðir niður styrkir vegna leigu til þriðja aðila. Það sem er í skoðun núna er hvort hægt sé að samnýta starfsmenn í enn meira mæli á milli íþróttamannvirkja, eins er verið að skoða hvort gera eigi glerálög eingöngu að kennslu og æfingalög og að hún verði lokuð yfir sumartímann. Vil ítreka það að það er bara í skoðun og ekki er búið að taka ákvörðun í þeim efnum og mun starfsemin í glerálög vera óbreytt í sumar. Íþróttastefnan sem við erum að vinna samkvæmt núna gildir frá 2018 til 2022. Því höfum við einsett okkur að byrja endurskoðun á henni á seinna hluta þessa árs. En við yfirferð á stefninu þá er margt þar inni sem krefst gríðarlegs fjármagns sem er þá eitthvað sem við þurfum að skoða í takt við það að við erum að horfa til sjálfbærni í rekstri sveitarfélagsins. Í starfsáætlunni er lögð áhersla á heilsueflandi samfélag og er hluti því að vera með framboð af heilsueflandi tilboðum. Á fundi frístundaráðs þann 5. maí síðastliðinn var samþykkt að vera með sérstakt tilboð á árskortum í Sund núna í maí í tilefni Akureyrar á Iði. Eins höfum við horft til þess að bjóða upp á mun meira framboð af heilsueflandi viðburðum í félagsmiðstöðvunum í Víðilundi og Bugðusíðu eins og áður sagði. Samtal er hafið á milli Akureyrarstofu og frístundaráðs varðandi aðkomu að íþróttatengdum viðburðum en áætlað er að taka samtal við íþróttafélögin á formannafundi IBA í haust til þess að fá þeirra sjónarmið fram í þessum efnum. Markaðssetning á íþróttabænum er í fullum gangi og vil ég benda á þáttaröðina íþróttabærin á Akureyri á N4 en þar er þeirri fjölbreyttu flóru íþróttargreina í bænum gerð góð skil. Það má gera ráð fyrir að COVID-19 muni hafa töluverð áhrif á börn og ungmenni þegar til lengri tíma er litið. Frístundaráð hefur lagt áherslu á vel sé fylgst með brottfalli iðkenda síðustu misseri. Síðustu tölur sem við fengum voru afar ánægjulegar því ekki hefur orðið veruleg fækkun á iðkendum á aldrinum 5-19 ára. Auðvitað hefur fækkað hjá einhverjum félögum en þá hafa önnur félög náð að fjölga iðkendum líka. En líklega munum við ekki sjá áhrifin að fullu fyrir næsta haust. En iðkendafjöldi er ekki eina sem þarf að fylgjast með, heldur þarf að horfa til skólaforðunar, félagslegar einangrunar, ofbeldis gagnvart börnum og fleira. Í starfsáætlunum verkefni lítur að vetrar íþróttamiðstöð Íslands, VFMÍ. VFMÍ er samstarfsverkefni Akureyrarbæjar, menntamálaráðuneytisins, íþrótt og tón í Ólympíusambandsins og IBA. Lítið hefur áunnist í þessu verkefni síðustu misseri og er þetta verkefni meira á pappírum heldur en annað. Taka þarf ákvörðun framtíð VFMÍ. Ef vel á að vera, þarf þessu verkefni að fylgja fjármagn og ég veit að stjórn VFMÍ er að leita eftir svörum hjá ráðuneytinu með framhaldi á þessu verkefni.
Hér eru tækifæri til þess að bjóða upp á fyrirmyndaraðstöðu og þekkingu hvað þessi mál varðar, enda ekki mörg sveitarfélög sem hafa bæði skíða og skautaaðstöðu innan bæjarmarkanna. Í fjárhagsáætlanagerðinni var tekin ákvörðun að horfa til þess að COVID-19 hafi mögulega áhrif á framboð og atvinnu fyrir ungt fólk í sumar. Mikilvægt að halda ungu fólki í virkri atvinnuþátttöku og var því sett auka fjármagn í þennan þátt núna annað árið í röð. Ívið færri umsóknir voru í vinnuskóla nú í ár en í fyrra, 629 umsóknir nú en voru 696. Enn umsóknarfrestur fyrir sumarátakið, en 36 umsækjendur voru í sumarvinnu með stuðningi sem eilítil fjölgun frá því í fyrra. Ég heyri á starfsfólki að það kallar eftir meira samstarfi við félagasamtök og stofnanir, en stundum gengur erfiðlega að finna farveg fyrir þessu störf og þó ekki síst innan kerfisins hjá okkur sjálfum. Þetta eitthvað sem við þurfum að ræða heilt yfir við stjórnendur ef vel á að vera. Við hjá Akureyrarbæ þurfum að vera fyrirmyndir í þessu og sýna samfélagslega ábyrgð. Vil samt taka það fram að það eru nokkrir sem algjörlega til fyrirmyndar hvað þetta varðar. Ákveðið var að fara í samstarfi með Menningarfélaginu sumar varðandi skapandi sumarstörf og stefnt á að vera með götuleikhús starfandi í sumar. Það verður mjög spennandi að sjá afraksturinn af því samstarfi. Í þessum málaflokki höfum við starffólk sem að vinna frábært starf og ég sem formaður frístundaráðs ótrúlega stolt af því hvernig miðar. Ég finn að hér vinnur starfsfólk að heilindum og hefur metnað til þess að vinna að framþróun. En í þessari ræðu hef ég stiklað á stóru varðandi þau verkefni og markmið sem hafa verið sett fram í starfsáætlun þessa árs og hlakka til samtalsins við ykkur hér málaflokkinn. En mig langar að lokum til þess að þakka samstarfsfélögum mínum í frístundaráði, Sveini, Önnuhildi, Sunnu, Viðari, Ásrúnu og Þuru sem situr í ráðinu fyrir ungmennaráð, sem og formanni og framkvæmdastjóra IBA fyrir gott samstarf. Jafnframt langar mig að þakka sérstaklega sviðsstjóra samfélagssviðs, Kristni Reymarsinni, en hann leiðir sviðið af mikilli fagmennsku og metnaði. Takk. Það bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil þakka bæjarfulltrúa Evu Hrund kærlega fyrir verulega góða yfirferð og góða samantekt á stöðunni á málefnum sem að tengjast frístundaráði. Og þar eru verkefnin gríðarlega viðamikil og fjölbreytt eins og kemur fram í hennar yfirferð. Því stundum tölum við frístundaráð næstu bara eins og þar séu bara íþróttir, en það nú langur vegur frá eins og kannski mátti sjá besta á þessari samantekt. Þá eru svona bara nokkru hluti sem ég langaði bara svona annarkvort að velta upp eða að spyrja. Það var í fyrsta lagi kannski að vekja athygli á því, mér fannst mjög áhugavert að inni á síðasta bæjarráðsfundi að þar kom inn hvatning frá forsætisráðherra og formanni Sambands íslenskra sveitarfélaga varðandi forvarnir meðal barna og ungmenna gegn kynferðislegu og kynbundnu ofbeldi og áreitni ásamt aðgerðum og ég held að það sé tilvalið einmitt að skoða það mjög nákvæmlega í sambandi búið að ráða starfsmann þar og ég held að þarna gæti orðið mjög góð samvinna og ég held að við séum líka heppin með að við þekkjum nú ágætlega til þess starfsmann sem var ráðinn þar sem ég held að gæti verið mikill fengur fyrir okkur. En eins og bæjarfulltrúi Eva kom réttilega inn á þá eru þessi stafrænu samskipti og síðan þá, og þetta kannski líka, og ástæðan líka kannski þessi að ungmennaráðið okkar hefur margoft einmitt kallað eftir aukinni fræðslu tengt forvörnum en ekki síður í tengslu við einmitt stafræn samskipti, kynferðisleg og kynbundin ofbeldi og áreitni sem að þau telja vera virkilega þörf á. Þannig ég held að þarna séu góðu farvegir sem við ættum að nýta okkur og fylgja fast eftir. Einhvers staðar sá ég að örugglega í einni fundagerðinni að nýting á frístundastyrknum séu kringum 79% ef ég man rétt. Þar sem við sjáum kannski aðeins aldurstengdar breytingar að þau sem eldri eru kannski nýtan minna. En mér langaði kannski bara þess að spyrja hvort það sé rýnt eitthvað nánar
í þessa nýtingu, hvort það séu ykkurir hópar barna og ungmenna sem ekki nýti sér styrkina, því að auðvitað í þessum málaflokkum þá kannski stendur maður oft frammi fyrir því að það eru, hvort maður verður óttast það að einhverju týnist, að þegar maður fyrir að tala um forvarnir eða svona jafnræði, þú veist, hvort við séum örugglega að koma þessum upplýsingum nægilega vel til skila, hvort allir hópar fá nægilega góður upplýsingar að aðstoð og svo framvegis. Þannig að þetta var svona vangavelta, ég sá eitthvað tímann að verða að skoða hjá Reykjavíkurborg og þá kom í ljós að það var eitt hverfi sem að nýtti frístundastyrkinn sérstaklega lítið og þá var hægt að bregðast við því. Mér finnst mjög ánægilegt að sjá vinnuna varðandi endurskoðun og forvarnastefnu og held að þetta mælaborð barna geti nýtt og nýst alveg ákaflega vel. Og ég var allavega hrifin af þessari mynd sem að bæjarfulltrúi Eva varpað upp sem að Kristín Reymásson hefði verið að teikna upp vegna þess að það akkurat þetta sem við þurfum einhvern veginn að við séum ekki að festast inn í einhverjum sílóum, heldur hvernig við náum þessari heildstæðu nálgun þvert á allt okkar, öll okkar svið og ráð og svo framvegis og þess vegna getur auðvitað orðið spennandi að sjá hvernig fræðslu og frístundamálefnin, hvernig þau ná að vinna kannski enn betur saman í framtíðinni. Mér langar að nefna hvað ég stolt líka af þessu verkefni Barnvænt sveitafélag. Satt ráðstefnu þar daginn með UNICEF þar sem var kynning á verkefninu og ég held við getum verið ákaflega stolt af því sem Akureyrarbær bæði starfsmenn ekki síst sem hafa staðið þessu ótrúlega vel og þessi ákvörðun að verða Barnvænt sveitafélag. Mér finnst líka áhugavert þetta með lýðheilsustefnuna og þessi tengsl að lýðheilsa sé einhvern veginn svona yfirmarkmið og ég hef heyrt það í samtölu meðal annars við íþróttafélög að hvernig við fléttum saman lýðheilsu annars vegar og keppnis- og afreksíþróttum hins vegar með full nýtingu á íþróttamannvirkjum og skýrri stefnumótun sem ég held að sé ákaflega raunhæft og mikill vilji til og þá á öllum aldri. Og ég gæti alveg klappað sérstaklega fyrir frístundastrætó. Ég held að það sé alveg ótrúlega ánægjulegt verkefni sem hefur verið mikið ákall og við höfum séð töluvert ákall meðal foreldra þetta verkefni, tala nú ekki í tengslu við styttingu vinnuvikunar þar sem það svona verið að leggja áherslu á, minna skutl og svo framvegis og kannski eykur gæðastundir. Já, svo kannski að tengslum við að því að bæjarfulltrúi Eva nefndi íþróttatengda viðburði og samstarfi Akureyrastofu. Ég hef oft verið hugsað það hvort við getum gert betur í tengsl sem sagt íþrótta, menningar, lýðheilsu, skemmtun og ferðaþjónustu. Hvernig þetta getur gagnast allt saman vegna þess að þetta á erindi saman og stundum hef ég veltið fyrir mér hvort að menningarmálin ætti að fylgja með inn í að því ég horfi ofta á það hvort sem það eru íþróttaviðburðir eða hátíðarhöld eins og verslunarmannahelgi að íþróttir og menning eiga ekki að vera og ekki andstæðingar þó að stundum maður upplifið það heldur bæta hvort annað svo brjálæðislega vel upp og gætu jafnvel stutt hvort annað ef að þau eru hugsuð saman. En annars held ég að ég bara vilji þakka Evu bara alveg sérstaklega vel fyrir þessa góðu yfirferð og ég held að hjá þessu sveitafélagi getum við verið ákaflega stolt af því sem gert á þessu sviði og því öfluga starfsfólki sem þar starfar. Ég held að þetta sé verðmæti sem að bera hlúað. Takk. Það var bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég byrja að þakka formanni frístundaráðs Evu Hrund Einarsdóttur fyrir mjög góða yfirferð. Og líka hitta hrósinni fyrir þá vinnu sem hún hefur verið að vinna, sem hún tók við. Hún hefur lagt hart að sér í þessum málum. Það er að koma fram á nokkrum breytingum sem ekkert einfalt að gera. Það ætla ég að nefna þar punktinn og samstarfi í íþróttafélögin. Þetta er málaflokkur sem að mörgu leyti erfiður. Það kom kannski ekkert mjög mikið inn á íþróttamálin. Við höfum nú verið að
fengið fréttir af því að í knattspyrnuvellir á Akureyri séu frekar slakir. Við erum töluverð umræða þá og eitthvað þessa veruna. Menn þurfa að fara til Dalvíkur til að keppa. Ég held að það sé nú bara ágætt að skreppa stundum til Dalvíkur til að keppa á grasvelli, gervigrasvelli. En ég held nú að við séum að gera alveg ótrúlega vel við íþróttir bara heilt yfir og í flestum þessara málaflokka. Það hefur dálítil áherslu á frístundamálin og þar sem málefni ungs fólks og frístundir í kringu þau. Við erum að leggja mikla áherslu núna á að vinna með barnvænt samfélag og í tengslu við það að safna betri gögnum, koma upp mælaborði sem reyndar gert í samráði við, eða samstarfi við félags- eða barnamálaráðherra. Og ég held að sé gríðarlega mikilvægt að fá þær upplýsingar fram sem þar koma fram, meðal annars til þess að geta beint athyglinni að því sem skiptir máli þegar við erum að ræða verkefni sem við stöndum frammi fyrir. Bæjarfulltrúi Eva kom inn á til dæmis þetta með klám áhorf drengja og í raun og veru einelti á netinu og fleiri þætti sem eru mjög eru þætti sem ég held að við þurfum að fara að taka miklu fastari tökum. En þegar ég segi við, þá ætla ég ekki að segja bara sveitarfélagi eða bæjarstjórnin eða kerfið, heldur þurfum við að gera þetta í samstarfi við foreldra. Ábyrgðin liggur þar. Foreldrar verða að fara að axla þarna mjög mikla ábyrgð til að takast á við þetta verkefni og það þarf að fara að stýra með einhverjum hætti aðgangi að ákveðnum þáttum á netinu. Skólarnir verða að sjálfsögðu að koma að þeim líka því að það bara netlæsi eða læsi á upplýsingar á netinu líka að verða einn af stóru þáttunum sem við þurfum að takast á við. Hvað rétt og hvað rangt af því sem við erum að fræðast þar? Og þar verðum við til dæmis að takast á við það í samstarfi við skólamálin og það svo sem ekki komið fram í þessum umræðum núna en við erum náttúrulega að tala svið og ráð sem að verður komið saman við fræðslumálin þá eftir nokkra mánuði. Og ég held að þetta sé til dæmis eitt af því sem við þurfum að skoða alltaf rækilega og vel. Það hafa líka verið svona fregnir af því að það sé svona síu og ógæfi hliðinni í ýmsum forvarnamálum öðrum og það kannski eitthvað sem við þurfum líka aðeins að hugað. Það varðandi drykkju og fíkniefnaneyslu og eitthvað fleira í þá veruna sem ég held að við verðum að horfast í augu við og bregðast við snöggt og snarlega. Það hefur verið gert og í gegnum tíðina þegar hafa komið svona hópamyndanir að þá hefur verið farið inn í þau mál og þessir hópar hafa oft verið leystir upp og það akkurat það sem þarf að gera fyrr en seinna. Og það kallar á samstarf. Og í þessu nýja skipuriti sem talað kelduna sem samstarf fræðslu og lýðheilsu sviðs og svo aftur velferðarsviðs og þar mun vonandi þessi þáttur meðal annars verða mjög ríkur í því samstarfi og ég bara hef trú á því að það sé eitt af því sem við erum að horfa til. En ég alveg sannfærður það að við erum að gera mjög vel að mörgu leyti í öllum þessum málaflokkum. Við leggjum meiri fjármuni í þessa málaflokka heldur en víða annars staðar hvað varðar allavega hlutfall skatttekjum. Og ég held við séum að sjá árangur af því í mörgum tilvikum og í flestum tilvikum. En svona bara því ég myndist á knattspyrnuvelli áðan og með vilja gervigrasvelli, þá legg ég til líka að við förum að byggja hérna yfir frjálsíþróttavöll svo við getum sinnt mótum með einhverjum almennilegum hætti en ekki í snjókomu sumri til eins og sunnudaginn. Men ég legg til að við bara byggjum við frjálsíþróttavöll. Takk.
Það er bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, en aftur ítreka ég það, þetta góður dagur í dag. Ástæða til að gleðjast yfir mörgu og eitt af því sem hægt að gleðjast yfir inn í þessi ágæta ræða yfir hundar bæjarfulltrúa og formanns frístundaráðs, þar sem hún fór ágætlega yfir málefni ráðsins og ræddi þarna ýmis mál sem eru svona kannski eitthvað sem maður veltir fyrir sér svona. Kom inn á til að mynda frístundastrætó og við vorum nú saman, ég og bæjarfulltrúi Eva, í hóp sem að fjallaði strætómál hér í bænum og hvernig er framtíðar skipulag á því og breyting á leiðarkerfi. Það er svona kannski ekki alveg komið að því að fara í þá breytingu, en ég held að það sé vert að skoða þá. Ég kom með ákveðnar tillögur í sambandi við frístundastrætóin, hvort að við værum að koma mikið og hvort að við gætum skoða það, af því að það er ljóst að það nýja leiðarkerfi sem við erum að koma inn með kostar meira heldur en að geta ráð fyrir. Og að hluta til erum við að leysa mál sem við vorum kannski hugsanlega að reyna að leysa með strætókerfinu með frístundastrætó. Þannig að ég held að við ættum kannski að horfa til þess í rauninni að kannski beinir því til okkar bara allra bæjarfulltrúa að við þurfum að skoða það. Bæjarfulltrúi Eva hefur unnið mjög vel í því að ræða við íþróttafélögin og hefur gert það eftir hún tók við formennsku og það er bara vel og gott ef að menn eru að reyna að ná sameina félög, það gengur mjög hægt og við höfum stundu gjarnan að tala um að það væri þyrfti bara að ganga í það að sameina stóru félög, en K og Þór það er náttúrulega vita menn líka að það er flókið og erfitt ferli og myndi nú sennilega aldrei ná samstæðum það. Þessu er ástæða til þess og ég hef verið formaður frístundaráðs, þá ég nú fagna því að við höfum náð góðum árangri í íþróttum og sérstaklega ánægilegt að K.A. Þór í handbolta var Íslandsmeistarinn nú á dögunum sem var afskaplega ánægilegt. Þar er sameiginlegt félag á Akureyri og við getum öll stutt við baki á því. Við hins vegar reynum að bítast svolítið í knattspyrnunni, það er að segja þar sem hjá körlunum, það sem eru K.A. og Þór og eitt af því sem hefur kannski verið svona einkennandi í þeim barningi núna på síðkasti er vallar aðstæður. Og það virðist ekkert vera neitt nógu gott hérna hjá okkur. Og bæjarfulltrúi Eva kom ekki inn á það í sinni ræðu að þar stönduði frammi fyrir ögrandi verkefnum. Og þá velti maður fyrir sig af því að við erum að tala um að sameina félög. Verðum við ekki líka að reyna að horfa til þess að félög samnýti aðstöður? Það liggur alveg ljóst fyrir að við erum með núna aðstöðu sem er ekki boðleg þegar veður er eins og þau er í dag og verið í vor. Og á sama tíma er KSÍ að breyta keppnisfyrirkomulaginu þannig að það er verið að færa knattspyrnuleiki ennþá framar á vorin og lengra fram á haustin. Eitthvað sem kannski hentar ekki normal grasi á Akureyri ef við ætlum að vera með í þessu. Og þess vegna verðum við að horfa til gervigras til þess að geta verið með ef við ætlum að vera með í þessari keppni. Og þá verðum við að velta fyrir sér, ætlum við að byggja 2 gervigrasvöll á Akureyri? Ætlum við að fara í það að vera með 2 fullkomna aðstöður með gervigras í 20.000 manns samfélagi? Eða getum við reynt að taka upp samtal við félögum að samnýta aðstöðu? Ég held að þetta sé mjög mikilvægt að við reynum átt okkur því að núna liggur til að mynda fyrir af því að gervigrasvöllurinn sem er æfingavöllurinn upp á Káasvæðinu sem var reistur á sínum tíma til þess að milda áhrif umrædda dalsbrauta sem kom nú hérna til umrædda varðandi skipulagsmál. Þá fóru menn í það að rífa áfram upp gervigrasvöllin á Káasvæðinu og þá náttúrulega kom ekki til greina að byggja þann gervigrasvöll vestan við bygginguna vegna þess að Ká ætlaði sér aldrei að spila á gervigrasi. Það til huga fyrir 8 eða 10 árum síðan að gervigrasi yrði í framtíð, menn ætluðu sér að spila á venjulegu grasi. Núna liggur alveg fyrir að nú þurfum við að fara í endurnýjun á þessu grasi á næstu 2 árum, það ekki svo? Ég sé að Kristinn Reymarsson, sviðsstjóri, kinkar kolli. Á sama tíma erum við líka að tala um að fara í uppbyggingu á gervigrasvelli á Káasvæðinu og núna bara nýlega helgina þá kvartaði yfirþjálfari yngri flokka Þórs sáran yfir því hvernig ástand grassins á Þórsvöllum væri og það væri verið að kasta þarna inn kringlum og spjótum til þess að eyðileggja það gras endanlega. Þannig að þetta er eitthvað sem við þurfum einhvern veginn að horfa til.
Ég vil líka, að því að bæjarfulltrúi Gunnar byrjaði þarna í máli sínu að hrósa þá finnst mér allt í lagi að hrósa þegar vel er gert og ég vil hrósa henni og starfsmönnum fyrir þá vinnu sem er verið að vinna með eldri borgurum. Það er þannig að hefur ekki verið einfalt að flytja starfsemi punktsins og menn verðast vera að lempa það og auðvitað eins og hún kom inn á bæjarfulltrúi Eva þá er ekki allir sáttir en mér finnst samt sem að við vera á réttri leið. Það hefur líka verið tekið upp samtal við eldri borgara og með öldungaráði þá náttúrulega erum við líka að sjá fram á það að þarf að eiga samtal við þann hóp og við áttum ágætt samtal í bæjaráði við öldungaráði í síðustu viku og það er það þannig að vilja allir fá ýmislegt en auðvitað getum við ekki gert allt við alla en við þurfum að bregðast með einhverjum hætti og mér hefur fundist svona kannski í starfi og starfsmanna það er verið að leita leiða til þess að koma til móts við kröfur eldri borgar sem oft á tíðum er frekar einfalt að gera, kannski kostar ekki mikla peninga en er árangursríkt og kannski skapar ánægju með eldri borgara. En ég velti því fyrir mér núna þegar að bæjarfulltrúi Eva er að koma hérna og ræða stefnuræðu frístundaráðs og hér á eftir kemur bæjarfulltrúi Ingibjörg og ræðir stefnuræðu fræðsluráðs og sama tíma erum við nýbúin að samþykkja það að þessi ráð muni sameinast og starfsemi þessara tveggja sviða muni að mestu renna saman og undir þá fræðslu og lýðheilsuráði þá veltum maður fyrir sér í rauninni hvernig við vinnum þetta áfram en það verður klárlega stórt og mikið ráð sem að þetta nýja fræðslu og frístundaráð eða lýðheilsuráð verður og það þarf náttúrulega tekur á mörgum málaflokkum en þá velti ég fyrir mér hvar við sjáum okkur og kannski bæjarfulltrúi Eva getur við hugsanlega svarað því hvar við sjáum þá staðsetningu á eldri borgum og öldungaráði. Erum við að tala með það að verði þá undir þessu sameiginlega ráði eða erum við, ég man ekki hvernig þá hvort það hafi verið rætt neins staðar í okkar vinnu eða myndi það falla undir velferðarráð. Bara svona aðeins. En ég held að þarna hafi svo sem við komið inn á margt, ég tók eftir því að bæjarfulltrúi Eva, hún ræddi náttúrulega forvarnir og forvarnamál og þessa úttekt sem hefur verið gerð og ég held að sé mjög mikilvægt að við séum alltaf á tánum í þeim efnum. Það er ofskaplega mikilvægt í rauninni að vera, við megum ekki missa þessa hluti niður. Þegar að menn taka rassir og gera hlutina, þá náum við yfirleitt árangri með börnum og unglingarna og það þurfum við bara að reyna að gera núna af því að maður hefur svona heyrt það að það séu rauðljós að kvikna. Annars er ég bara góður og þakka bara fyrir góða samantekt hjá bæjarfulltrúi Evu. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Heimir Haraldsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því að þakka Evu fyrir góða yfirferði við þennan málaflokk og mér langar aðeins að tala um forvarnamálin af því að hún nefnir í ræðu sinni að í hagræðingarskyni séum við að draga úr starfsemi ungmennahús og að forvarnir verði í meira mæli færðar innan veggja skólans og ég held að þetta sé ekki endilega slæmt að þetta verði gert því á báðum stöðum höfum við sérfræðinga. Við höfum sérfræðinga í grunnskólanum sem eru kennarar og aðri starfsmenn, svo höfum við þarna forvarna og félagsmálaráðgjafa og ég hef trú á því að við náum meiri árangri á vettvangi í samstarfi heldur en á tveimur stöðum. Þannig að ég ætla að leyfa mig bara að fagna þessu. Og svo fagna ég líka því að við séum að fara í meira samstarfi framhaldsskólana því það er orðið ljóst að eftir að framhaldsskólinn var styttur niður í 3 ár, hið hefðbundna bóknám, að þá er stærstur hluti nemenda ennþá börn í framhaldsskólanum. Og ég held að við foreldrar séum ekki ennþá búin að átta okkur alveg á þessu að því að ég held að við tilheyrum gamla skólanum að þegar að grunnskóla lýkur að þá fara börnin í framhaldsskóla og þá pínulítið gleymum við því að hvað maður segja, vakta, sinna börnunum, sýna þeim áhuga og ég hef þá trú eins og með afburða nemendur í námi að þeir eiga það sameiginlegt að foreldrar eru að sýna þeim áhuga. Þau eru alls ekki að aðstoða þeim í námið heldur að sýna þeim áhuga. Og
í forvarnastarfi þá held ég að við foreldrar sem eigum börn á þessum aldri, ef við sýnum börnunum okkar meiri áhuga, þá held ég að við getum náð sambærilegum árangri og foreldrar af brunnnemenda með því bara að sýna áhuga og þá líklegra að þau leiti ekki í aðstæður sem þau ráða illa við. Þannig að ég ætla að leyfa mér að fagna þessu og þar sem ég starfa nú einn framhaldsskóla hér í bænum þá ætla ég bara að bjóða mig fram í þetta samstarf og taka þátt í því og hlakka til næsta veturs af því að í framhaldsskólanum báðum og öllum eru foreldrafélög og þar náum við til foreldra þessara barna. Þannig að ég ætla bara að fagna þessum breytingum og ég vona að þær verði til þess að skila góðum árangri. Takk. Þá hefur bæjarfulltrúi Heimir Haraldsson lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, takk hérlega fyrir umræðinu sem er búið að vera hérna. Það var eiginlega eitt sem ég bara svona eiginlega gleymdi, sem er náttúrulega óskiljanlegt, en sem er þessi íþróttamál og uppbygging íþróttamannvirkja og skipulag íþróttamála. Kannski einmitt ekki komin eitt rosalega mikið inn á það í stefnuræðinni og held ég á hverju ári allavega síðan ég kom í bæjarstjórn þá fer einhvern veginn umræðan dálítið mikið þangað. Þannig að mér langaði svolítið kannski til að spyrja Evu, hún hefur kannski ekki fengið mjög langan tíma en það fór tók við í lok síðasta árs eða október ef ég man rétt. Hvernig hún sér fyrir sér framhaldi varðandi uppbyggingum íþróttamannvirkja. Samþykktu við skýrslu í bæjarstjórn með ákveðna forgangsröðun sem við höfum verið að vinna eftir að minnsta kosti á þessu kjörtímabili. Aftur og aftur poppar hins vegar upp þessi umræða knattspyrnuna og ég meina við vitum að það eru, hvað ég held að séu 1000 til 1200 börn á Akureyri að æfa knattspyrnu fyrir utan síðan afreksstarfið þetta. Sem að reyndar eru yfirleitt líka töluvert ungt fólk. En mér langaði bara aðeins að heyra henni hvernig hún sér fyrir sér að vinna framhaldið, hvort að ennþá sé bara stefnan að vinna eftir þeirri sem að bæjarstjórn hefur samþykkt eða hvort að það er með einhverjum öðrum hætti að nálgast þessi verkefni og auðvitað þessi sameining íþróttafélagana kannski eins og við höfum verið að tala hún fór vel yfir það allt saman. Þannig að kannski aðalega þetta, þessi íþróttamannvirkja nálgun og þessi af því að það hefur verið áherslan hjá okkur í bæjarstjórn og öllu því sem hefur verið sett fram í íþróttastefnu að efla sérstaklega fjölgreina íþróttafélögin sem eru þá aðalega K.A. og Þór og eins og bæjarfulltrúi Eva nefndi að tryggja þessa faglegu yfirbyggingu fleiri íþróttafélaga. Þannig að mér langaði svona bara að spyrja út í það hvernig hún sér fyrir sér að fylgja því eftir í framhaldinu. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu, til að biðja varaforseta við að taka við stjórnina og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að byrja eins og aðrir að þakka einarstöðu bæjarfulltrúa fyrir afskaplega góða og mikla og fína yfirferð yfir málaflokkinn. Eins og henni er bara von að vísa, það hefur verið mikið álag á ráðinu og svo sem alltaf en sérstaklega hefur hún þurft að vinna tvöfaldir hraða að koma sér inn í alla hlutina og tekið við stórum verkefnum sem voru í fullum gangi og er að gera þetta bara afskaplega vel og bara verta að hrósa henni sérstaklega. Ég ætla að taka undir með bæjarfulltrúa Heimi þennan farfi á forvarnamáli. Ég held að þetta geti orðið til góðs og eins og hann kom vel inn á að þetta samstarf inn á vettvangi það sé kannski betri leið heldur en við höfum verið að fara. Og það kom fram í máli bæjarfulltrúa Gunnars Gíslasonar sem ég langar aðeins að nefna eða taka undir með að það er þessi ofbeldis eða kynferðisofbeldismál sem við erum öll sem samfélag að glíma við. Og að forvarnir á þeim vettvangi að það er þetta samfélagið allt og þetta er ekki hvað síst foreldrar en ég held samfélagið allt og ég man bara fyrir mjög mörgum árum þegar ég var lítil þegar var verið að auglýsa stanslust og stanslust áræðu gegn bara reykingum sem var eitthvað svona einfalt mál og það var keppikefli að bekkirnir væri reykleysir og svo framvegis. Ég held að getum náð gríðarlegum árangri í einhverju svona átaki með að upplýsa bara hreinlega hvar liggja mörkin, hvar
hvernig eiga bara ungt fólk og ungir drengir að haga sér þegar það kemur að þessu og svo bara við í þessu stafræna heimi, hvernig við öll að hafa okkur, sko. Þannig að þú veist að ég held að það þurfi bara samfélagi allt, ríki og sveitarfélög og bara allir sem að þessum málum koma að taka sig saman og fara í átak. Ég ætla að fagna sérstaklega frístundastrætónum, það er búið að vinna lengi að þessu og að reyna að ná einhverju samfelli í starf barna og þarna er stórt skref stigið og sem ég held að sé að finna góð og tala nú ekki ef það verður til þess að létta undir með strætókerfinu sem við erum með í endurskoðun. Og svona hef ekkert svo margar spurningar beint til Evu, nema kannski þeim snýra þessum íþróttamálum og uppbyggingu íþróttamálverkja líkt og bæjarfulltrúi Hilda var að koma inn á. Því að við samþykktum vissulega þessa uppbyggingaskýrslu og ákvaðum að vinna eftir og höfum verið að setja inn á fjárhagsáætlun þau verkefni sem voru þegar farin af stað og síðan gerðum við samningu eða viljayfirlýsingu skulum við segja að fara í samstarfi með KA á uppbyggingu þar. Síðan stöndum við frammi fyrir þessu stóra verkefni að við erum að horfa til sjálfbærs reksturs og hvað getum við gert? Þú veist, hvaða fjármenni höfum við bara yfir höfuð og eigum við einhvern veginn að endurskoða þetta og ástæða til þess að taka þetta upp og endurskoða það og ég held að alveg pottþétt næsta bæjarstjórn gerir það að einhverju leyti en hvort að við ættum líka bara þess að velta fyrir okkur hversu raunhæft þetta og ég meina hvað er það sem við vorum að samþykkja er það bara yfir höfuð raunhæft og eitt af því sem að bara í umræðinni þegar að ég man ekki hvað það er, 7 á lista eða eitthvað svolítið sem ég er yfirbyggð sundlaug sem að við vitum öll að kosta gríðarlega mikið þegar í rekstri ef við værum að fara í uppbyggingu á slíku mannverki og það er til lengri tíma alveg svakalegur baggi eða í raun bara erfitt að taka það inn í reksturinn allavega eins og það lítur út núna. Og þá spyr maður sig og hvort að það hefur einhver tíma komið til umræði í frístundaráði kannski, hvort að hægt væri bara byggja yfir þessa 25 metra laug sem að við þó eigum og bara slá þetta út á borðinu að vera með 50 metra laug. Og við værum þá með einhvers konar inni aðstöðu. Þetta er bara kannski alveg út úr kortinu, ég hef ekki hugmyndu, en þú veist, er þetta eitthvað sem við ættum frekar að vera að skoða. Eins sem maður velt fyrir sér í vegna umræðina síðustu daga, hvað varðar knattspyrnuna og sem er vissulega eins og bæjarfulltrúi Hilda kom inn á, er langstærsta íþróttin, eða þú veist það að segja fjölmennusta íþróttin í bænum og við náttúrulega líka þar leiðandi og eðlilega bara með mikla uppbyggingu fyrir þessa íþrótt. Hvort að einhvern veginn væri hægt að senda það á þessu stóru félög sem eru með fótboltann að þau kæmu sér saman sameiginlegan keppnisvöll og þar myndu við byggja upp þegar þau væri búin að ná samkomulagi það, þú veist hvað sem það er við, þú veist þannig að það er eitt og annað svona sem allavega mér finnst alveg vert að við ræðum eða veltum fyrir okkur, þú veist, erum við á réttri leið og getum við gert þetta, er þetta bara svona loforð sem að verður aldrei að veruleika. En annars bara enn og aftur, takk fyrir mjög góða yfirferð og allt þitt starfðan inn í ráðum. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og færi inn aftur stjórn fundarins. Já, takk fyrir það. Næst til máls bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar, ég ætla nú ekki að fara að lengja umræðuna mikið lengur en langar svona líkt og aðrir að þakka yfirhund bæjarfulltrúa kærlega fyrir yfirferðina og hennar störf í nefndinni. Mér skilst nú að það sé ansi gott samstarf í ráðinu og margir sem að bera henni vel söguna og það er líka að vera mikilvægt eins og við þekkjum sem vinnum í stjórnsýslunni hvað er mikilvægt að geta unnið saman og henni hefur tekist mjög vel að halda utan þennan hóp. Mér langar svona aðeins að fara yfir nokkra punkta sem komu fram í hennar máli en hún sýndi okkur mynd áðan varðandi samræmingu á stefnum og fór inn á aldursvænt samfélag og fleira sem að ég fagna mikið og einmitt til að sé mikilvægt að við fylgjum eftir og skoðum frekar. Hún kom líka aðeins inn á glerauglögina og hugmyndir að gera hana að eingöngu kennslu og æfingalög. Mér langar svona aðeins kannski bara að brýna fyrir starfsfólkinu að hafa í huga þennan hóp sem er að fá tíma í gleraulög fyrir endurhæfingu. Ég veit ekki hvort það tellist þarna inni sem æfingar eða kennsla eða hvort það sé ekki hugsað fyrir þessum hóp en þarna hefur hópur haft aðstöðu í þó nokkur ár og afar mikilvægt að þeir hafi hana því þeir hafa ekki getað nýtt sér inn í launa á Akureyri.
fyrir þennan tíma, þannig að endilega hafa það kannski í huga ef að þetta verður raunin í framhaldinu. Við langaði aðeins að koma inn á forvarnar og ég fagna þessum breytingum sem að eiga sér stað bæði á sviðunum með þessari samlegð sem að verður örugglega alveg frábær í framtíðinni. En varðandi forvarnar og hvernig við erum að bregðast við höfum verið að breyta fyrirkomulagi forvarna hjá okkur töluvert undanfarin ár og alltaf erum að reyna að leita leiða til að gera betur og það er vel. En við gerum kannanir líka hjá nemendum og skoðum hvernig hegðunarmynstrið og fleira og meðal annars erum við að kanna reykingar. Og við fögnum því að reykingar eru í töluvert minna mæli núna heldur en oft áður, en síðan erum við kannski ekki endilega að kanna til dæmis munntóbak eins og lyft sem er gríðarlega vinsælt því miður hjá ungu kynslóðinni í dag. Og ég held hreinlega að þegar krakkar eru spurðir aðeins þeirra átti sig ekki á því hverju þeir eru að svara eða hvað þeir eru að spyrja. Það þurfi kannski að ávarpa þetta sérstaklega þegar það er verið að gera kannanir, þannig við áttum okkur á umfanginu því ég held að það sé miklu meira heldur en rannsóknir gefa tilefni til. En varðandi forvarnir þá held ég sé líka mikilvægt bara með í þessum stafræna heimi eins og var komið inn á hérna áðan í tengslum við kynferðislegt ofbeldi og annað, að þá hefur líka aukist bara almennt ofbeldi, slagsmál, því miður. Og það sem er að koma upp líka núna er að það er verið að taka slagsmál upp á síma og það er verið að dreifa þessu á netinu. Og ég held að við getum öll ímyndað okkur hversu erfitt það er að lenda í slagsmálum og jafnvel vera undir og ég tala nú ekki ef það er verið að dreifa því líka á netinu. Að þetta er eitthvað sem við foreldrar þurfum líka að taka til okkar og axla ábyrgð á hvernig börnin okkar eru að höndla þessi tæki og koma skilaboðum áleiðis og grípa inn í það sem hægt er. Því það er alveg gríðarlega mikilvægt og getur hjálpað til við sjálfsmynd annarra barna. En ég get nú ekki komið hérna upp nema að ávarpa íþróttirnar örlítið sem er minn gamli málaflokkur. En ég held að við getum alveg verið gríðarlega stolt af því íþróttastarfi sem á sér stað hér í bænum. Og ég held að fá sveitarfélög í landinu ef nokkur sveitarfélag getur státað af jafn mörgum íþróttagreinum og íþróttafélögum þó svo að markmið okkar sé eðlilega að stækka þau og gera það enn öflugri, að þá til dæmis fögnuðu ansi margir bæjarbúar daginn þegar stelpulið okkar í K.A. Þór var Íslandsmeistari í handbolta. Það er kvennalið okkar. Þau voru uppskera. Og þeir sem hafa stundað íþróttir átta sig á því að þetta er ekki bara að mæta á æfingar með hálfum huga. Þetta eru fórnir, þetta er þrautseigja, þetta er elja og þetta er forgangsröðun sem þessi einstaklingar alast upp við í íþróttafélaginu hjá sér. Þetta er uppeldisstarf og þetta er uppeldishlutverk íþróttafélagana sem ber að taka alvarlega og þetta er að skila árangri. Ekki eingöngu árangri á vellinum eða í lauginni, heldur er þetta líka að skila sér í forvörnum. Það hefur sýnt sig að þeir sem eru að stunda íþróttir eða alls kyns tómstundir, þetta er forvarnar gildi og sem er mikilvægt því að við áttum okkur því að það þarf þolinmótt fjármagn í forvarnir og ég held að við sem að standa okkur vel en þetta er alltaf hægt að gera betur. En mér langar svona aðeins kannski að varpa smá spurningu til formannsins varðandi rafíþróttirnar sem eru kannski stærsta eða nýjasta íþróttin og ört vaxandi íþrótt hér á Akureyri og land allt og er kannski að ná til einstaklinga sem eru ekki alla jafnan að stunda íþróttir sem er bara vel og er rauninni bara frábært tækifæri. Veit að margir foreldrar fagna því að börnin þeirra eru fann að stunda einhvers konar íþróttir. Langar bara svona aðeins að spá hvað þetta sé einhver framtíðarsýn í tengslum við þetta því nú erum við að tala um aðstöðu og annað og ég veit að þetta kallar á aukna aðstöðu og ég veit að þetta er líka mjög vinsælt val hjá grunnskólakrökkum í dag. En við vitum auðvitað líka vel að það sem við hlúum að það vex og dafnar og í umræðinu hérna áðan var verið að tala um það að fótboltinn væri orðin stærsta íþróttagreinin sem er frábært hérna í bænum. En að því að bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason kom inn á uppbyggingu íþróttamannvirkja og frjálsíþróttamót sem var hérna síðustu helgi og hvort það ætti ekki að hafa inni íþróttaaðstöð fyrir frjálsíþróttirnar, að þá langar mig einmitt að hvetja alla til þess að kíkja á sundmóti sem verður hérna eftir rúma 10 daga í sundlegu Akureyrar. Ég vona að fá nú betra veður heldur en í dag. Það verður ansi kalt á bakkanum fyrir krakkana sem þurfa að standa í útilauginni og keppa.
En líkt á bæjarfulltrúa Halla Björk kom inn á áðan þá það einmitt á dagskrá hjá okkur að byggja 50 metra innilög. En við sem hér sitjum áttum okkur alveg á því að það ansi mikið fjármagn sem þarf að fara í slíka uppbyggingu og í reksturinn, en ég vona svo sannarlega í framtíðarsýninni fyrir Akureyri náum að byggja 50 metra innilög. Takk fyrir mig. Það var bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen lokið máli sínu, orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, ég þakka fyrir líflegar og skemmtilegar umræður. Eins vil ég þakka fyrir hólið sem beint til mín, en ég vil meina að það sé til ráðsins alls því að þetta frábært lið eða teymi sem þarna með mér í ráðinu og eru öll að vinna að heilindum. Ég ætla svona að reyna að fara yfir alla þá þætti sem var spurt um. Hilda Jana, þú komst líka með hvatningu, varst ekki einungis með spurningar, þá varstu með hvatningu varandi kynferðisleg áreitni og ofbeldi, að við verðum að vinna í því og leita eftir þeirri þjónustu sem hér til staðar líka og þeirra starfsmanna sem hafa sérhæft sig í þessum efnum. Svo sannarlega þetta mikilvægur þættir sem við þurfum að horfa á og erum í raun að byrja að gera með þessu verkefni sem fer af stað í haust. En það gríðarlega mikilvægt að fá foreldra líka með okkur í liðið í hvað þetta varðar. Og ég pínu hrædd við hver mörkin eru orðin í kynlífi í dag og líka viðhorfi til kvenna og sérstaklega ungra stúlkna varðandi kynlíf. Og þetta hefur nú átt sér langan aðdraganda og maður hefur séð þetta fara á síversnandi veg, en ég veit að okkar starfsfólk að vinna í þessu og lögreglan komin í þetta og þetta hefur náttúrulega kannski verið meira áberandi með þessari netvæðingu. Þannig að og gerir oft jafnvel erfiðara fyrir og margir að koma mjög illa út úr þessu. Þannig að ég bara tek undir það að við þurfum að gera vel í þessu. Hilda Jana spurði út í frístundastyrkinn og greiningu á honum. Auðvitað eru persónuverndarsjónarmið eitthvað aftur okkur í að við getum greint þetta eins og við myndum vilja, en það í mannréttindastefnunni að greina þetta út frá börnum sem eru af erlendum uppruna. Þannig að það núna verið að vinna að könnun til foreldra erlendra barna af erlendum uppruna í gegnum skólana. Eins höfum við verið að horfa til þess hvort að hægt sé að setja inn í kerfi hjá okkur að fólk haki í hvaða skóla barnið leið og að sækir frístundastyrkinn. Þannig að við séum þá allavega að sjá eftir hverfum hvernig þetta nýtist, hvort við þurfum að fara í eitthvað sérstakt átak í ákveðnum skólahverfum. En það hefur verið greint eftir skólum, en það bara mikil vinna að gera það. Þess vegna erum við að spá í hvort það sé hægt að gera þetta sjálfur. Ég tek undir bara þetta með íþróttamenningu, þetta á bara mjög vel saman og nú ég nýkomin sjálf af íþróttamóti í Vestmannaeyjum þar sem þeir sem tóku þátt þar var boðið frítt inn á nokkur söfn og mér fannst það bara vel og það kannski eitthvað sem við ættum að skoða hjá okkur líka. Og mikilvægt að samtal sé á milli þeirra aðila sem muni þá núna í framhaldinu, sjá menningamálin og síðan íþróttamálin. Það eru margir bæjarfulltrúar sem hafa komið hér inn á íþróttamannvirkin og hvað við eigum að gera í þeim efnum. Það sem kannski gleymdist að gera við gerð þessara íþróttamannvirkjaskýrslu var að greina í framhaldinu hvað kostar að reka þessi íþróttamannvirki. Og ég hef óskað eftir því, ég og formaður bæjarráðs höfum óskað eftir því að það verði greint betur hvað mun þetta kosta okkur í rekstri, sem og hvernig mun þetta raðast upp í innriglegu afskriftir, hvenær hvað að detta út og hvað getum við þá tekið inn jafnvel í staðinn. Þannig að þegar það liggur fyrir,
þá myndi ég segja að við ættum hugsanlega að leggjast yfir skýrsluna aftur og endurmeta hvort við viljum breyta afstöðu okkur til hennar. Ég hef sagt að á þessu kjörtímabili séum við allan að fara eftir þessu en á sama tíma getum við samt unnið hina vinnuna og hvort sem það verður þá nýrra bæjarstjórnar að taka afstöða við breytinga þá held ég tek undir með bæjarfulltrúa Höllu að þetta þurfi að endurskoða, þetta ekki grafið í stein. En ég á því að við eigum að fara í þau verkefni sem við erum búin að setja inn á fjárhagsáætlun nú þegar. Við erum núna að klára uppbyggingu við Nökkvarsvæðið og við settum inn á fjárhagsáætlun að fara í uppbyggingu inn í Skautahöll og við erum búin að gera viljalega yfirlýsingu við Káa að fara í uppbyggingu á því svæði. Og ég á því að mín skoðun óbreytt varðandi það að við eigum að halda því áfram. Mér finnst alveg sjálfsagt að við tökum samtal við íþróttafélögum samnýtingu íþróttamannvirkja og mér finnst það ekkert eingöngu þá vera varðandi fótbolta, heldur bara heilt yfir. Við þurfum að nýta peningana okkar vel og þess vegna kannski líka erum við í þessari vegferð að sameina félög því að ég held að samtali verði mun auðveldara eftir því sem við sameinum fleiri félög heldur en þegar þau eru í sundur því að eins og við vitum öll að í íþróttunum sem á öðru þá fylgja gríðarlega mikla tilfinningar og maður hefur strax orðið var við það en ég vil samt meina að það er líka fullt af skynsemi innan íþróttahreyfingarnar. Þannig ég finn líka alveg velvilja að taka þessi samtöl og samtal til alls fyrst. Og mér finnst vera svona aðeins komin hreyfing á þessu mála að ræða sameiningar og ég heldur sem að mjakast í rétta átt, en auðvitað tekur þetta tíma. Þetta gerist ekki með með því rétt að smella höndum, fingrum, en ég að vonast til að við munum sjá allan árangur í þessum efnum fyrir áramót. Það komu nokkrir aðilar inn á forvarnirnar, aðra forvarnir heldur en kynferðislega áreitni og ofbeldi. Það var líka komið inn á hópamyndun og neyslu, vímuefna, áfengis, rafrétta og lyft, hvað sem það er nú kallað, ég held að það sé kallað lyft. Og það verður bara að segjast að við erum á þeim stað að það þurft að kalla til litla forvarnateymið núna nýlega. Það hafa komið upp þó nokkur mál núna í vor sem að vert er að fylgjast með og taka strax á. Og ég veit að starfsmenn eru farnir á fullt í það ásamt lögreglu. Það hafa verið hópamyndanir hér á ýmsum svæðum í bænum. Það er meiri neysla núna heldur en rannsóknir hafa sýnt að mati lögreglu. Og þannig að við þurfum í þeim efnum, eins og ég nefndi áðan, líka að fá foreldra með okkur í lið. Því við gerum þetta ekki einn. Þetta er ekki á hendi örfára starfsmanna að taka á þessum málum, hvort sem það er hjá lögreglu eða bæ. Foreldra verða líka sína ábyrgð og hjálpa okkur í þessum efnum og virða til dæmis útivistatíma sem að greinilega hefur ekki verið gert núna undanförnu og hjálpa okkur að fræða ungmennum um neyslu og ofbeldi og eins og bæjarfulltrúi Ingibjörg kom inn á þessi vídeó sem er verið að senda á milli af ofbeldi er eitthvað sem við viljum alls ekki sjá. Þetta hefur verið lítið hér fyrir norðan en vonandi fer þetta ekki vaxandi ef við höfum samt orðið vör við það. Þannig að þetta er eitthvað sem við þurfum að taka á. Já, síðan var aðeins komið inn á öldungaráði, hvar það ætti heima. Það hefur aðeins verið til umræðu innan ráðsins hjá okkur og það hefur líka verið til umræðu bara hjá öldungaráðinu sjálfu. Þau hafa komið með ósk þess efnis að það fari undir velferðaráð velferðarsvið og mér finnst bara það vera samtal sem við þurfum bara að taka og greina og mér sé ekkert að því að það fari þarna undir. Líka ef við horfum til þess að fræðslu og lýðheilsusvið verður gríðarlega stórt svið að þá held ég líka að við þurfum að horfa til þess að létta þá einhvers staðar á. En nú akkurat áramótin var sameining á fjölskyldu og var verið að sameina í eitt velferðarsvið. Þannig að
við tókum þessu umræðu núna í janúar og ákomum að bíða meðan að þau væri saminast, svo kemur sameining á næstu sviðum og þá er kannski spurningum að færa öldungaráðið yfir, en út frá þeim verkefnum sem í gangi þá held ég að það ætti heima á hvorum staðnum sem því að við erum undir frístundasviði að vinna fullt með eldri borgurum og allt tómstundastarfi þar undir, en svo eru önnur málefni sem snúa velferðarsviði, þannig að út frá því gæti ráð átt heima á hvorum staðnum sem í mínum huga. Halla, þú spurðir aðeins með 2500 lögina. Ég spurði það þessum daginn, þetta var lítið skoðað á sínum tíma og ég held þetta hafi ekki verið skoðað gagngert með greiningum og málefnalegum upplýsingum, þannig að það er spurning hvort við ættum að fara í það að skoða. Þekking mín er ekki það mikil að ég geti svara hvort það sé hægt eða ekki, en ef að það kostar okkur minna og raunhæfur kostur, þá finnst mér það alveg eitthvað sem við ættum að skoða. Ég held ég sé búin að fara inn á flest af því sem að kom hérna fram. Kannski bara aðeins að því að Hilda kom einmitt inn á með íþróttamannvirkin og fleiri varðandi fótboltavellina. Það er rétt, það eru 1200 iðkendur í fótbolta á aldrinum 5-19 ára. Þannig að við verðum líka aðeins að hafa það í huga að þarna eru flestir iðkendur í íþróttum á Akureyri. Þannig að mér heyrist svona á mörgum að það sé verið að nýta svæðin ansi vel í dag, en hugsanlega er hægt að nýta keppnisvelli eitthvað meira sameiginlega. Það er eitthvað sem krefst mikil samtals og þar held ég að tilfinningarnar líka komið sterkt inn í hjá félögum sem er eitthvað sem við þurftum þá að leysa úr. Já, ég vil bara líkt og aðrir kannski bara líkt og aðri koma inn á þann árangur sem að íþróttafélögin okkar hafa verið að ná undanfarið. Hann er gríðarlegur og við megum bara vera virkilega stolt og eins og ég held að vera bæjarfulltrúi Hilda hafi komið inn á. Þetta er ekki eitthvað sem að gerist á stuttum tíma. Þetta hefur krafist mikils undirbúning hjá þessum félögum að vinna að þessum árangri og við megum bara vera gríðarlega stolt af þessum íþróttafélögum, þjálfurum, foreldrum og iðkendunum sjálfum. Þetta eru teymi sem vinna að þessum árangri og bara virkilega vel gert. Jú, þá voru rafíþróttirnar, það var komið aðeins inn á það. Við höfum svo sem ekkert sett neina ákveðna stefnu í þeim efnum. Við fundum til fjármagn til þess að láta þau hafa á síðasta ári, í lok síðasta árs, en ég vil bara hrósa þeim fyrir virkilega flott starf. Ég fór og heimsótti það og skoðaði aðstöðuna sem er alveg ágæt, en með þessum stækkandi hóp þá þarf kannski að endurskoða hana. Þau hafa ekki formlega sótt það allan þannig að ég viti, en þau eru í miklu samstarfi við skólana eins og kom hér fram. Það er líka komið hugmynd hvort að þau að fara í samstarfi við eldri borgara, því að þarna eru flottar tölvur sem væri hægt að nýta betur og kenna eldri borgurum og jafnvel einhverjir eldri borgarar sem myndi vilja spila rafíþróttir. Þannig að mér finnst það skemmtileg hugmynd. En ég held að ég sé komin með allt, þannig að lokum bara vil ég þakka fyrir mjög góða og skemmtilega umræðu. Það er bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir lokið máli sínu, orðið er laust. Þessi fleiri hafi ekki hvað sér hljóðs, þá séu þessari umræðu þennan lið lokið.